Ég var alltaf með mjög skemmtilega gjörningu daginn. Hvað var Starbucks. Starbucks, já. Ég líka, já, segðu hvað Mér finnst verst þegar maður sko trúir þessu sem að þú ert að gera sko. Sko, Ég trúði fyrst Starbucks sko. kona mín kom með þetta og sýndi mér þetta eitthvað, skilur, hún fyrst og svo man ekki hvort hann hafi trúið þessu fyrst eða hvort hann hafi komið strax og bara, ég held að þetta sé Oddur, sko. Oddslykt af þessu. Já, þetta svona, en hvað var mál með það? Nú ég get upplýst það hérna, hvað var að gerast á baka tjöldin. Ég get sett spilin á borðið, sko. Það var náttúrulega fjölmiðlar eftir Mommer og Samherja og allt þetta, hérna, We're Sorry og allt þetta. Ef að fjölmiðlar sjá nafni mitt, sko, þá því bara eitt. Ég örugglega bara, ég settir í spamfolder eða eitthvað. Þeir bara svona hot potato, sko. Þeir vilja bara losna við. og þess vegna náttúrulega þarf ég að nota nafnleynd eða dulnefni til þess að vinna verki mín í rauninni. Nema ég sé þannig einhverja frétt þarna Vestlunum helgina að Starbucks er að koma til Íslands og ég hugsaði bara, þú veist, ég ætlaði einhvern tímann að vera með svoleiðis gjörning, sko, að Starbucks væri að koma til Íslands. Þannig að ég hugsaði bara, nú ætla ég að nota í rauninni veikleika minn sem að þeir forðast mig sem styrkleika. Þannig ég sendi fréttatilkynningu á fjölmiðla bara takk fyrir að taka þátt í þessum gjörningi að ég var á bakvið að Starbucks var að koma til Íslands en þetta var gjörningu frá mér sem var ekki þannig að Moggin og Vísir seti báðir hérna bara strax, sko, þeir bara, ó nei, Ódi og Starbucks eitthvað bara og þeir bara afskrifa allt strax bara Starbucks ekki að koma þetta var fucking Ódi aftur plot twist, man. Já, og í ykkur 2 klukkutíma þá stendur það bara á forsíðunni að Starbucks ekki að koma Moggin nær einhvern veginn að hafa samband við Starbucks úti og nær að konfirma þetta, örgulega videokall eitthvað annars, ég veit ekki hvernig þið náði en bara fínt, að því að Moggin setur þá þeir eru actually að koma Ég sá þetta, ég bara þurfa að bakka en Vísir voru í tæknilegum örðuleikum þannig að það voru í 6 klukkutíma 6 klukkustundir þá gátu þeir ekki uppfært forsíðuna þannig að efsta frétt þú veist, þetta er þegar allir að keyra heim eftir Vestmannahelgina og það var líka, þú veist, í útvarpinu á þessum tíma var verið að fjalla þú veist, það sem var í deiglunni náttúrulega og fólk að keyra heim og hlusta á frétnar og skoða síma sinn og allt þetta þannig að allir sáu conflicting fréttir frá miðlum og þetta náttúrulega skapar umræðu ábyrgð fjölmiðla og það er náttúrulega intentioni á bakvið að þú veist, bara einhver einn listamæður getur bara setta, já, þetta er bara gjörningur þú veist, og þá bara bakkaði með allt og síðan bakkaði aftur og þú veist, þetta er bara algjört kaos Ég er mjög gaman að þessu Moggin náttúrulega Moggin á mjög erfitt með að taka gagnrýni eins og þetta er náttúrulega gagnrýni á ábyrgð fjölmiðla og hvernig þeir starfa þannig að Moggin eyddi bara nokkrum fréttum þeir bara eyddu þeim, þú veist Vísir allavega, sko, þeir gera svona uppfært eða þú veist, bæta við, skilji en það er mjög áhugavert að sjá viðbröðin og Moggin líka, sko, þeir nefnum ekki nafn heldur bara listamaður og gjörningur oft kannski bara eina gæsalampa eitthvað svona þannig að en þú veist, það er það sem þessi hugmyndalist og gjörningalist sem ég er að vinna með hún speglar áhorfandan þú veist, áhorfandinn viðbröð áhorfandans segja eitthvað áhorfandan þú veist, þannig að viðbröð Moggans segja eitthvað Moggan viðbröð Vísis, viðbröð almennings þú veist, ef að fólk verður brjálað þú veist, þá ertu að segja svolítið sjálfa það, ekki satt, þú veist þú ert brjálar að Starbucks ekki að koma þú veist, ég fekk bara morðhótanir, sko að ég væri að fokast í fólki að Starbucks væri að koma og svo væri það bara ekki að koma Mér finnst Starbucks bara algjört drasl, sko persónulega Já, ég líka, sko